En nú erum við að hefja fundin, við erum hjartalega velkomin þeir sem eru hérna inn á Zoominu og þeir sem eru að detta líka live inn á Facebook og live inn á TikTokinu hjartalega velkomin. Ég heiti Sara Pálsdóttir og með mér er Einar Gautur maðurinn minn og yfirskrift fundarins í kvöld er að heyra í Guði. Og þetta efni, bara fyrir utan sjálft fagnaðar erindi, þá er þetta efni eitt mikilvægasta efni sem að til er í kristninni og í biblíunni. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt efni og þetta er það mikilvægt að við ætlum að vera í næstu viku, þá ætlum við að vera með framhaldsfund og þá ætlar Einar að koma með predikun þetta sama efni frá öðru sjónarhorni. Þannig að við erum ekki að fara að tæma þetta í kvöld. Að heyra frá Guði er algjört grundvallar atriði í okkar trúarlífi og samfélagi við Guð. Og það er þannig og það er algjörlega öruggt að Guð talar. Guð talar til okkar. Guð talar við okkur. Það er ekki stóra spurningin, en stóra spurningin er sú, erum við að hlusta? Erum við að heyra í Guði þegar hann er að tala til okkar? Það er stóra spurningin og við lifum í samfélagi og tímum þar sem það er mikill hávaði, stöðugt hljóð, stöðugt áreiti. Það eru símar, samfélagsmiðlar, sjónvarp, Netflix, börnin okkar, fjölskyldan, vinnan, tölvupósturinn, kvíðinn, okkar eigin hugsanir eru stundum að hrópa á okkur í hraðri þvottavél í hausnum og við þurfum að spyrja okkur hver er það eða hvað er það sem að fær fyrsta og síðasta orðið í hjartanu okkar og á hvað við þurfum að velja. Á hvað og á hvern ætlum við að hlusta. Það er allir að reyna að grípa athyglin okkar, fanga athyglin okkar, segja okkur eitthvað. Við lifum á upplýsingaöld þar sem er svo mikið magn af upplýsingum. Við verðum að velja vandlega á hvað ætla ég að hlusta og á hvern ætla ég að hlusta. Og Guð, hann talar, hann hefur alltaf talað og hann talar enn í dag. Frá fyrstu Mósebók og alla leið til Opinberunarbókar, í gegnum spámennina, Jesú Krist, í gegnum heilagan anda, í gegnum orð sitt. Guð er að kalla til okkar og hann er að segja heyrið, hlýðið, hlustið. Hafið eyru til að heyra. Og ég hef sagt oft frá því hvernig minni sögu frá því að vera algjör trúleysingji og þangað til ég fann Guð og síðan til ég fann Jesú nokkrum árum seinna. Og ég hafði ekki hugaflug eða hugmyndaflug til að ímynda mig það að Guð væri Guð sem að talaði við mig og ég geti talað við. Og Guð var að segja eitthvað við mig persónulega af því ég hreinlega þekkti ekki Guð með þessum hætti. En ég hef lært það í dag eftir því sem ég öðlast nánar og nánara samband og samfélag við Guð. Guð er stöðugt að tala til mín og hann gerir það á marga mismunandi vegu og það er það sem við ætlum að skoða svolítið í kvöld. Ekki bara hvernig Guð talar, af hverju hann talar og með hvað hætti og hvað við getum gert til þess að heyra og til þess að hlusta og til þess að ganga út á það sem að hann vill segja okkur. Og hvað líka getur orðið til þess að hindra okkur í að heyra eða hlusta á það sem Guð er að segja. Og í hugleiðslubæninni í lokin þá ætlum við að vinna með Guð til að ryðja burt þessum hindrunum og við ætlum að hlusta á Guð í trú og við ætlum að heyra það sem Guð er að tala til okkar og jafnvel það sem Guð hefur lengi verið að reyna að segja okkur og við höfum kannski ekki heyrt hingað til. Og við ætlum að hlusta. Guð er með orð til okkar allra og mögulega erum við með spurningar til hans. Ég er stanslaust að spyrja Guð og ég lifi lífið mínu þannig í dag að alltaf þegar ég þarf að taka ákvarðanir, jafnvel þegar ég þarf að senda tölvupóst, þegar ég þarf að taka ákvarðanir litlar og stórar í mínu lífi, þá geri ég það ekki fyrr en ég er búin að spyrja Guð og heyra frá Guði. Ef ég heyri ekki neitt, þá býð ég og ger ekki neitt, en ég er búin að þjálfa þennan eiginleika og ég er búin að biðja mikið og ég er farin að heyra mjög skýrt í Guði, innra með mér í andanum mínum,
það fyrst og fremst þannig sem ég heyri í honum og síðan í gegnum orðans. Þannig að Guð talar til okkar í fyrsta lagi til að opinbera fyrir okkur það sem í hjartan okkar. Hann vill skapa í okkur hreint hjarta og við vinnum með honum í að hreinsa út úr hjartan allt sem ekki frá honum og það segir í orðskviðanum að lífið sjálft kemur úr hjartan okkar. Það uppsprettur lífsins í hjartanu og það þess vegna sem að Guð horfir á hjarta okkar, hann rannsakar hjarta okkar og hann vill opinbera fyrir okkur hvað í hjartan okkar. Kvíði, ótti, eru efasemdir, þunglindi, depurð, blekking. Þetta það sem Guð vill opinbera fyrir okkur til þess að hjálpa okkur að hreinsa þetta út úr hjartanu. Svo við getum orðið heilbrigð og verið frjáls. Og í öðru lagi þá talar Guð til okkar til þess að vara okkur við því sem koma skal svo við séum undirbúin. Hann vill opinbera fyrir okkur tilgang okkar, köllun okkar og áætlun Guðs fyrir líf okkar. Guð vill ekki að við séum bara í einhverju myrkri og við skiljum ekki neitt, við vitum ekki neitt, við vitum ekki hver tilgangurinn, hvað að gera, hvað okkur ætla að gera. Allt þetta vill Guð segja okkur og tala til okkar og opinbera fyrir okkur. Hann vill tala við okkur til þess að leiða okkur réttan veg. Kannski erum við komin út af sporinu, kannski erum við komin bara í einhverja ógöngur. Guð vill tala til okkar til að leiðbeina okkur aftur á réttan veg. Og síðast en ekki síst þá vill Guð tala við okkur til þess að eiga við okkur náið samfélag og samband og til þess að við lærum að þekkja hann. Þetta persónulegt náið samband og samfélag sem við eigum við Guð. Og til þess að við getum átt það, þá þarf hann að tala við okkur, við þurfum að tala við hann og við þurfum að hlusta og hann hlustar okkur. Og í 33. kafla í Jobbsbók, sem bara einn af mínum uppáhaldsköflum í allri Biblíunni, mjög merkilegu kafli sem að fjalla sérstaklega það hvernig Guð tala til okkar. Og þar segir í 14. versi, Guð getur talað á einn máta, jafnvel 2, án þess að menn gefið í gaum. Þannig að hann verið að segja að Guð talar og hann talar kannski á nokkra mismunandi vegu án þess að við séum að taka eftir því eða án þess að við séum að hlusta. Og það þannig að Guð talar ekki bara ekki bara við Jobb, heldur líka við mig og líka við þig. Og hann búinn að tala til þín í dag og hann talaði til þín í gær og hann áttur að tala til þín á morgun. Og þannig að við þurfum að spyrja okkur, ég að taka eftir því þegar Guð að tala til mig? Og þarna segir Elíhú í 33. kafla Jobbsbókar sem innblásin, kemur fram hann sé innblásin af anda Guðs þegar hann talar. Hann segir, heyr þú Jobb, ræði mína og hlýð þú á öll mín orð. Þannig að hann segja, heyrðu og hlustaðu. Og síðan hann að lýsa því hvernig Guð tala til okkar. Hann segir í draumi. Hann tala til okkar þegar við sofum í gegnum drauman okkar. Og þarna þurfum við sérstaklega að gefa í gaum ef við erum að fá sama drauminn eða svona svipaðan draum eða svona svipað þema aftur og aftur og aftur. Þá verðum við að staldra við. Af því að Guð mjög líklega að tala til okkar í sínum nóttina og Guð tala til okkur í djúpum svefni og að þá opnar Guð eyru mannana og skelfir þá með viðvörun. Og stundum erum við að fá vonda drauma eða við vöknum upp í vondan draum. Þá þurfum við að leita Drottins og spyrja, ertu að tala til mig? Eitthvað sem þú vilt segja mér? Og síðan segir líka í Jobbsbók að Guð tali til okkar þegar við erum ekki að hlusta og Guð búinn að reyna að tala til okkar. Hann búinn að reyna að tala til okkar í gegnum andan, hann búinn að gefa okkur sýn, hann búinn að gefa okkur draum og við erum ennþá bara ekki að taka eftir neinu, erum ekki að hlusta. Þá getur það gerst að Guð tali til okkar í gegnum þjáningu, vanlíðan eða veikindi. Og það ekki gert til þess að brjóta okkur niður, heldur til þess að vara okkur við, til þess að ná athygli okkar, til þess að snúa okkur frá hættulegri leið. Og það segir hérna í 33. kaflinn að tilgangurinn með því að Guð tali til okkar með þessum hætti sá að snúa okkur frá misgjörðum okkar. Stundum erum við bara í einhverja synd og við erum kannski í blekkingu og við erum ekki að átta okkur á því og Guð að tala til okkar til að snúa okkur frá því og það segir til þess að venda hjarta okkar frá hroka.
þá talar Guð til okkar og til þess að bjarga líf okkar frá gröfinni. Þannig að við lendum ekki bara í hættu eða hreinlega deyjum. Guð talar til okkar. Hann vill vernda okkur. Hann vill vara okkur við. Og þetta sýnir okkur hjarta Guðs. Hann ekki að nöldra í okkur eða skammast í okkur eða rífast í okkur eða dæma okkur. Hann að tala til okkar af því hann elskar okkur. Af því hann vill vernda okkur, hjálpa okkur, bjarga okkur, styðja okkur, stöðva okkur þegar við erum komin á ranga braut. Og síðan í síðara hluta 33. kafla þá rosalega fallegu kafli þar sem að Elíhú að lýsa manni sem bara við dauðans dyr, veikur, brotinn, nálægt gröfinni, en þá grípur Guð inn í. Og hann finnur lausnagjald, fórn og miskunn. Og það Jesús Kristur. Og Jóbsbók skrifuð mörg hundruð árum áður en að Jesús Kristur gekk á jörðina og þetta spádómur Jesú Krist. Hvernig svarið við öllum okkar vanda og veikindum, svarið og frelsi frá gröfinni felst í Jesú Kristi. Og þar segir að Guð láti holdið okkar endurnýjast og gefa okkur styrkin okkar tilbaka, að hann leiði mannin til iðrunar og játningar, þar sem að við segjum fyrirgefðu Guð, ég iðrast, fyrirgefðu ég var ekki að hlusta, fyrirgefðu að ég hafði snúið hjarta mínu frá þér og Guð bjargar okkur frá gröfinni. Þannig að það sem Guð vill gera, hann vill opinbera fyrir okkur stöðuna og sannleikann. Hann vill opinbera fyrir okkur það sem í hjarta okkar, leiða okkur til iðrunar og síðan birta okkur lausnina sem fólgin í Jesú Kristi. Þannig að hann endurreisir og læknar og frelsar og gefur okkur nýtt líf. Og leiðir okkur til lífsins. Og megin leiðin sem að Guð tala til okkar, það í gegnum þennan doðrant hérna sem heitir Biblían. Það orð Guðs og það segir í orðinu, Jesús orðið. Þetta er Jesús. Orð Guðs Guð. Það partur af honum sem orðið hans og þess vegna orðið lifandi, beitt og kröftugt. Þess vegna sendir Guð orð sitt og orðið hans læknar. Það er rosalega mikilvægt. Þannig að, þú veist, Biblían bók þar sem Guð að tala. Og ástæðan fyrir að það eru 2000 spádómar í Biblíunni sem hafa þegar ræst sá að Guð talar í gegnum orð sitt og það verður. Það það sem verður, það sem Guð talar. Og þannig að við þurfum að vera dugleg að lesa í orðinu. Við þurfum að grundvalla okkur í orðinu og lesa orðið. Og það getur stundum verið erfitt fyrst, en þegar við byrjum að þjálfa okkur í að lesa, þá smátt og smátt öðlustu meiri skilning og við byggjum Guð að gefa okkur skilning. Hvað ætla að tala til mín? Hvað viltu segja mér? Hvað viltu opinbera fyrir mér í gegnum orðið? Og síðan getur Guð líka tala til okkur í gegnum svona þessa innri fullvissu eða staðfestingu eða visku sem kemur frá andanum okkar. Við sem erum endurfædd höfum öðlast heilan anda frá Guði. Við erum sál og andi og þegar við segjum Jesús, ég vel að trúa að þú sért Guð, komdu inn í hjarta mitt, gefðu mér þinn anda, að þá kemur andi Guðs inn í andan okkar og endurfæðir hann og við fáum nýjan anda fæddan af Guði. Þannig verðum við börn Guðs, synir og dætur Guðs. Við verðum hluti af konungsfjölskyldu hins hæsta, Guðs almáttugs og þannig öðlust við aðgönguna inn í himnaríki Guðs. Og Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig og það var þetta sem hann var að meina. Og við sem höfum endurfæðst og við ætlum að meðal annars stíga þetta skref í hugleiðslubæninu og eftir eins og við gerum alltaf, við höfum fengið heilan anda frá Guði og þessi andi lifandi, þessi andi líf, þessi andi með sama DNA og Guð almáttugur sjálfur og Guð tala til okkar í gegnum andan okkar og það segir í orðinu við að lifa í andanum. Og það er svo mikilvægt að við séum ekki að segja ég ætla að fylgja hjartanu, heldur ég ætla að fylgja andanum, ég ætla að fylgja Jesú. Biblían segir að hjarta sé svikult framar öllu öðru, hver fær skilið það. Við getum ekki skilið það sem í hjarta okkar, Guð einn sér það og Guð einn veit hvar
hvað þar en hann opinberar fyrir okkur. Og stundum þegar ég fyrir huglauslu bæn, ég að segja Drottinn, viltu opinbera, sýndi mér hvað í hjartanu mínu, ef það eitthvað sem ekki frá þér, ef það einhver skurgoð eða hjáguður í hjartanu mínu, viltu opinbera fyrir mér. Og þá stundum í huglauslu bæninni, þá sé ég bara hendi Guðs koma og snerta hjarta mitt og síðan fæ ég sýn og hann sýnir mér hvað það sem í hjartanu mínu sem ekki frá honum. Og þegar ég segi við hann, ég iðrast þessa fyrir gefðu, það rosalegu lækningakraftur í iðruninni. Og það sem gerist þegar við iðrumst og komum þannig frammi fyrir Guð, það svo mikil auðmýkt fólgin í því, þá erum við að segja, ég að gefast upp fyrir þér Guð, lækna þetta. Amen. Og þegar við gefum okkur algjörlega honum að valda með þessum hætti í auðmýkt og iðrun, þá opnast fyrir hans lækningakraftaverkakraftin í hjart okkar og þetta myrkur það hreinsast út og fer út fyrir fullt og allt. Og Guð læknar. Og Guð setur inn í hjart okkar það sem hann vil setja inn í hjart okkar í staðinn. Og stundum það þannig að þegar við erum að taka einhverja erfiða ákvörðun en við finnum bara frið innan með okkur. Þá Guð ofta að nota sinn frið til að staðfesta fyrir okkur, já, þetta samkvæmt mínum vilja. En stundum getur verið innri óróleiki því ég hef bara ekki frið fyrir þessu, þá þurfum við að setjast niður og leita Guðs og skoða þetta betur. En stundum heyrum við líka þetta lága hvísl, þar sem Guð að segja ekki gera þetta eða farðu þangað eða slepptu þessu, fyrirgefðu þessu og svo framvegis. Þannig að við getum spurt okkur ef að Guð að tala svona mikið til okkar og stöðugt, af hverju erum við stundum að upplifa þögn, að við heyrum ekki í honum. Og það er svo mikilvægt þegar við fyrir að rýna í Jobbsbók sem svona, ég trúi því að Jobbsbók sé ekki frásögn af því sem að gerðist í alvörinu heldur dæmisaga og þegar það eru dæmisögur í Biblíunni þá það stútfullar af lærdómi og visku og speki sem að bara endar aldrei og í hvert skipti sem ég les búta úr Jobbsbók þá Guð alltaf að opinbera eitthvað nýtt fyrir mér, eitthvað sem bara breytir mér og það stórkostlegt að lesa hana. Og Jobb, hann upplifði Guð þöglan. Og þegar maður les kaflana áður en að 33. kafli kemur, þar sem Elíhú að spá og svara Jobb, þá kemur fram að Jobb upplifði Guð þöglan fjarlægan og hann sé ekki að svara sér og hann geti í rauninni ekki nálgast Guð til að eiga við hann samtal. Það kemur líka fram að Jobb hræddur við Guð og þá ég ekki að meina heilbrigðan Guðs ótta heldur hann hræddur, óttasleginn. Og stundum þá bara of mikill hávaði og hraði í lífinu okkar, við erum alltaf upptekin, við erum að setja Guð í síðasta sæti, við erum ekki að gefa okkur tíma ein með Guði, það sem engin truflun, engin sími, ekkert áreiti, ekkert annað sem alltaf að grípa athyglin okkar. Og við þurfum að gefa okkur tíma í kyrrð og ró og gefa okkur tíma ein með Guði, ein með föður okkar á himnum. Það þá sem við eignumst stórkostlegustu stundir lífs okkar, þegar við erum ein með Guði. Og Guð, hann talar svo oft í kyrrðinni, ekki í hávaðanum eða storminum endilega, heldur í kyrrðinni. Og stundum það þannig að hroki eða stolt kemur í veg fyrir að við séum að heyra frá Guði. Þegar við erum í hroka eða stolt erum að segja ég ætla að gera allt sjálf eða sjálfur, ég þarf enga hjálp, ég þarf ekki ráð, það ekkert að hjá mér, hjarta mitt skínandi tandurhreint og það engin skurgoð og engin hjáguður og ekkert myrkur í mínu lífi, þá lokum við bara fyrir að Guð geti talað til okkar, af því að við viljum ekki heyra það. Og síðan getur líka verið að það sé ótti eða vantraust eða vantrú sem kemur í veg fyrir að við heyrum frá Guði og það getur til dæmis verið ég að heyra í Guði en ég trúi því ekki að þetta sé frá honum eða ég trúi því ekki að hann sé að tala til mín eða þá ég trúi því bara ekki að Guð tali við mig og þá það vantrú sem getur lokað fyrir eða hindrað það að við séum að heyra frá Guði. Samfélag okkar við Guð byggir á trú og síðan getur það einfaldlega verið að sumir bara trúi því að þeir heyra aldrei í Guði. Bara ég heyra aldrei í Guði og að segja og að tala út og að hugsa og þá erum við líka að loka fyrir en við verðum að muna að Jesús sannleikurinn,
Jesús orðið og orðið sannleikurinn. Og ef orðið segir, Guð talar, við getum heyrt í honum, þá það sannleikurinn og þá þýðir það ef ég að hugsa og segja og trúa því að ég heyri ekki Guði, þá það ekki sannleikurinn eða fylgja mér. Þá þurfum við að vinna með Guði í að leiðrétta þá trú og það iðrun og bæn, afhenda þetta til hans og biðja hann að setja nýja trú. Ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því að Guð tali til mín. Ég veit að Guð tala til mín og ég trúi því að ég heyri í Guði. Amen. Og þannig að boðskapurinn í 33. kafla í Jobsbók, og ég hvet ykkur til þess að lesa þessa bók, bara þetta svo fallegu kafli, 33. kaflinn og sérstaklega boðskapurinn Jesús og frásögnin hans, hann. Þetta ekki bara guðfræðilegu texti, þetta lifandi, lífsbreytandi boðskapur sem að Guð vill setja inn í hjarta eftir núna. Og Guð hefur verið að tala miklu, miklu meira til þín heldur en að þú kannski gerir grein fyrir og röddin hans, í orðin hans, í hjartanu okkar, í samviskun okkar, í andanum okkar, hann talar til okkar í gegnum kringumstæðunar okkar, í gegnum veikindin, í gegnum vanlíðanina, í gegnum myrkrið og tilgangurinn að draga okkur nær sér. Hann alltaf að draga okkur nær sér, hann vil eiga nánara samfélag við okkur. Að bjarga okkur, varðveita sál okkur, lækna hjarta okkar. Þannig að við þurfum að segja við Guð, gefðu mér hjarta sem heyrir, gefðu mér hjarta sem hlustar. Og stundum þegar við erum að reyna að hlusta á Guð og við förum í hugleiðslu og við erum að biðja Guð vill heyra og þá bara og okkar eigin hugsanir að milljón, þá þurfum við bara að segja í Jesú nafni skipa ég mínum eigin hugsunum að vera hljóðar. Í Jesú nafni skipa ég hjartanu mínu og eyrunum mínum að heyra eingöngu það sem að Guð segir. Og þetta virkar, þetta svín virkar. Guð gaf okkur val, Guð gaf okkur vald yfir okkar eigin hugsunum og þær eiga ekki að ræna frá okkur getunni að heyra frá Guði. Við tökum okkur vald yfir þessum hugsunum, við hertökum okkar eigin hugsunum til hlýðni við Krist og í því felst að við skipum þeim fyrir. Og þegar við skipum okkar eigin hugsunum að vera hljóðar og við skipum hjart okkar og eyrum okkar að heyra eingöngu það sem Guð að segja, þá það eingöngu það sem við heyrum. Og þá nær það í gegn og það kemur svona þögn og það kemur friður. Amen. Og hugsanir okkar ekki lengur að stjórna okkur, heldur erum við að stjórna þeim. Þannig að hvað gerum við þegar Guð tala til okkar og við segjum við Guð, ég vil ekki lengur ganga fram hjá röddinni, opnaðu eyru hjarta míns, mér finnst það svo falli bæn, opnaðu eyru hjarta míns og láttu mig taka eftir því þú talar, snúðu mig frá vegum sem leið inn í myrkur og dragðu mig inn í lífi sem þú hefur fyrir mig. Og ég búin að vera að biðja svo mikið, Guð, gefðu mér eyru sem heyra. Jesús var alltaf að segja, hver sem eyru hafi, hann heyri. Og gefðu mér augu sem sjá og ég finn hvað Guð hefur bænheyrt mig og ég heyri betur og betur í Guði, í mínu daglega lífi. Og svo þegar við heyrum í Guði, það svo mikilvægt að hlýða. Ekki fresta því, ekki bíða með það, gerðu það bara. Jafnvel þótt það sé óþægilegt, jafnvel þótt það sé skrítið, jafnvel þótt þú skiljir það ekki. Farðu eftir því sem Guð að segja af því að það sem hann að tala til þín alltaf það sem þér fyrir bestu. Og yfirleitt felur þessi blessun fyrir aðra líka. Þannig að 33. kafli Jobsbókar ein af okkar megin heimildum það hvernig Guð tala til okkar, hvers vegna og með hvað hætti og hvernig við eigum að bregðast við, að hlusta, að iðrast, að snúa okkur til Jesú. Jesú sem alltaf lausnin og svarið við öllu. Það eina sem við þurfum alltaf bara meira af Jesús. Vantar þig meiri frið, þá þarftu meira af Jesús. Vantar þig lækningu, þá þarftu Jesús. Vantar þig ró, þá vantar þig Jesús. Vantar þig kærleika, ást, virðingu, samþykki, þá vantar þig Jesús. Vantar þig allsnætti, þá vantar þig Jesús. Það skiptir ekki máli á hvaða sviði það bara meira honum. Amen. Og þegar við hættum að leita að öllu þessu í heiminum
og fyrir að leita fyrst hans og hans ríkis og hans réttlætis, þá mun okkur veitast allt annað að auki sjálfkrafa. Og við þurfum ekki að vera hjakkast og berjast og harka. Við bara hvílum í Jesú Kristi og hann sér fyrir okkur og hann blessar okkur og við erum frjáls frá því að þurfa að vanta verða þessum skorti. Er að fylgja mér? Amen. Amen. Þannig að, já, og ég mæli mig að lesa Jóbsbókina og við ætlum að fara að spjalla aðeins hana áður en við tölum meira Jesús og það er svo merkilegt að sjá Jóbsbókina út frá þeirri kennslu sem í henni felst eðli sambands okkar við Guð. Samfélagi sem Guð þráir að eiga við okkur. Samfélagi sem meðal annars byggir á því að við tölum við Guð beint. Við heyrum í honum, við hlustum á hann talar við okkur og það er þetta nána samfélag. Þetta daglega nána samfélag og það er ekki hægt að eiga náið samfélag og náið samband við eitthvað sem maður talar ekki við eða sem maður hlustar ekki á eða heyrir ekki í. Og það segir Biblían segir frá Job sem var svona ráðvandur og réttlátur maður sem óttaðist Guð og forðaðist illt. Og hann elskaði Guð, lifði hreinu lífi, hann var ríkur og auðugur, átti stóra og mikla fjölskyldu, mikið af fjármunum og búfénaði og Job var svona maður sem gerði allt rétt. Hann var að fórna, hann var að lifa rétt, hann var að passa sig rosalega mikið að gera allt rétt. En í hjartans var kvíði og ótti. Kvíði og ótti við því, ef hann myndi ekki gera allt rétt, að þá kæmi refsivöndur Guðs yfir hann og eitthvað slæmt myndi gerast. Og í Jóbsbók er sagt frá því að það sem hann óttaðist kom yfir hann. Og þess vegna er boðskapur Biblíunnar og Guðs alltaf ekki óttast og hræðast. Af því að þegar við erum að óttast eitthvað, þá erum við ómeðvitað oft að skapa það inn í líf okkar sem við erum að óttast. Ekki óttast. Þú getur fundið fyrir ótta. Þú getur fundið fyrir kvíða sem er tilfinning og neikvæð orka, en það þýðir ekki að þú sért í ótta eða óttist eða sért kvíðin eða fylgja mér. Þetta er tvennt ólíkt. Og Job, hann missir allar eignir sínar, börnin sín, heilsu sína. Og hann verður allur út í einhverjum svona kýlum og situr bara á einhverjum ruslahaug. En það sárasta í hjartan hans er ekki að missa allt þetta, heldur þessi tilfinning og þessi vantrú í hjartans. Guð er fjarri mér, Guð svarar mér ekki. Ég næ ekki til hans, ég finn ekki Guð, ég heyri ekki í honum, hann talar ekki til mig. Og það var þessi angist sem að Job var í og fram að 33. kaflanum, þegar Elíhú er að tala og spá, þá kemur ítrekað fram hvernig Job segir að hann heyri ekki Guði. Til dæmis í 9. kafla 11. versi, það segir Job, gangi hann fram hjá mér, sé ég hann ekki, fari hann hjá, verði hans ekki var. Þannig að Job er að upplifa Guð sem eitthvað svona dularfullt fjarlægt sem að hann sér ekki, skynjar ekki, verður ekki var. Og Job í 9. kafla 16. versi segir Job, mundan svara mér ef ég hrópaði. Ég held hann legði ekki hlustir við hrópi mínu. Hann sem feykir mig í storminum og fjölgar sárum mínum að ástæðu lausu. Og hann segir líka, ég hrópa til þín en þú svarar ekki. Og svona heldur þetta áfram mörg vers sem eru svipað. Hann segir, ég leita til hægri og vinstri, framundan, aftur fyrir, en ég finn hann ekki, segir Job. Þannig að Job, hann trúir á Guð og hann þekkir kenninguna og hann hefur heyrt sögur af Guði, en hann upplifir ekki Guð nálægan sér. Hann veit að Guð er til, en Guð er fjarlægur, hann þekkir hugmyndinu Guð, en hann á ekkert persónlegt og náið samband og samfélag við Guð. Þannig að það er hægt að trúa á Guð en samt upplifa að ég heyri ekki, ég finn ekki fyrir honum, ég veit ekki hvort það sé að tala til mín. Þannig að í þessum ósköpum öllum þá leitar Job til 3 vina sinna innan gæsalappa, þar sem að Job er að upplifa sig afskiptan og yfirgefin
og það eru svona langar lýsingar, svona löngum ræðum þessara vina og Jobs og þetta samtal skilar engu nema ennþá meiri angist fyrir Job og hérna boðskapurinn að segja þegar þú lendir í þrengingum og hörmungum, ekki fara og leita til vina þinna. Leitaðu fyrst til Guðs og talaðu við hann. Af því að það sem vinirnir voru að segja kom síðan í ljós að var bara algjört bull Guð. Þeir voru ekki að segja rétt frá Guði, þeir voru ekki að tala rétt hann. Það kemur þarna fram í lok bókarinnar reiði drottins kom gegn þeim. Það sem Guð að segja, ekki leita fyrst til vina þinna þegar þú lendir í þrengingum og erfiðleikum. Það mun bara búa til meiri erfiðleika af því að þeir fóru bara að ásaka Job og rífa niður á dæman og segja þú bara kallar þetta yfir þig, þú ert búin að syndga þrátt fyrir að þeir fundi enga synd hjá honum. Og þannig að og leið og Elíhú sem að sá vinur sem að Guð hafði ekki sagt að hefði talað rangt sig. Leið og hann búinn að segja þetta sem hann segir í 33. kafla að þá kemur svona gegnumbrot og kemur kaflaskil og Job fer að tala beint við sjálfan Guð og þá breytist allt. Og hann segir hérna að hann vilji tala við hinn almáttuga og verja mál sitt fyrir Guði. Og þannig að Job ekki lengur að tala Guð við vini sína, hann ætlar að tala við Guð. Og það bara rosalega mikill munur á því að tala við vini sína kenningar Guð, annars vegar og hins vegar opna hjarta sitt fyrir Guði sjálfu. Og þannig að hvað langt síðan að þú leitaði beint í Guðs og bara opnaði hjarta þetta og sagði Guð, mér líður svona. Ég skil þetta ekki. Af hverju þetta að gerast? Hvað ertu að gera með þessu Guð? Talaðu til mín. Hvað ertu að segja mér? Og það þetta hjarta sem Guð vill að við höfum gagnvart honum. Og þannig að þetta samtal Jobs þegar hann beinir því til Guðs verður svona brú hans inn í nærveru Guðs. Og það stendur ekki á svörum og kemur skýrt fram hvernig Guð byrjar að tala beint við Job. Og Guð opinberar sjálfan sig og sýnir Job hver hann visku sína, mátt sinn og hvernig hann alvaldur og almáttur. Og þegar Guð búinn að tala við Job og inn í hjartans þá breytist hjarta Jobs. Og þegar hjarta hans breytist, þá breytist hann og allar hans kringumstæður. Og í 42. kafla þá segir Job við Guð, ég veit að þú megnar allt. Og svo segir hann, ég talaði þig án þess að vita hver þú varst, almennilega. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Hann segir, ég þekkti þig áður af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Og það sem að Job að segja að áður fyrr þá þekkti hann Guð af afspurn, en núna þekkir hann Guð sjálfan, persónulega og náið. Og það breytist allt í líf okkar þegar við förum að þekkja Guð persónulega og náið og eiga við hann daglegt samfélag og samband. Og síðan kemur iðrunin, hann segir, ég tek aftur orð mín og ég iðrast í duft og ösku. Og þetta það sem Guð vill gera með okkur. Hann vill færa okkur frá því að vita réttu hlutina Guð yfir í það að kynnast lifandi Guði persónulega. Og til þess þurfum við að hlusta. Hann vill koma okkur á þann stað að við getum sagt, ég þekki Jesús. Ég þekki hann. Ég tala við hann og hann tala við mig í mínu daglega lífi. Amen. Og eftir að þetta gerist og hjarta Jobs breytist við að þekkja Guð, þá breytist allt hans líf og hagur hans snýst við. Hann fær margfalt tilbaka allt sem hann missti og lifði í 140 ár og bara naut þvílíkar blessunar. Það sem eftir var í hans lífi. Og þannig að Guð alltaf að tala og þegar við erum ekki að hlusta, þá byrjar hann að tala á svona áhrifaríkari máta til þess að ná athygli okkar, af því að það okkur fyrir bestum.
Og þegar við loksins hlustum, iðrumst, snúum hjarta okkar til Guðs, þá kemur blessun. Stórkostleg blessun inn í líf okkar. Og hjarta okkar breytist og líf okkar breytist til frambúðar. Þetta er varanleg, jákvæð heilbrigð breyting. Þannig að, og þegar að við erum þarna að lifa eins og Guð sé fjarri, einhver bara lengst upp í himninum, ekki í beinu sambandi við okkur, þá þurfum við að stíga inn í raunverulegt samband við hann. Og við þurfum líka að vera tilbúin að heyra það sem við viljum ekki heyra. Og það er stundum ein hindrunin, gagnvart því að heyra þegar Guð er að tala til okkur. Við viljum bara heyra það sem við viljum heyra. Við heyrum bara það sem við viljum heyra. Og við höfum öll verið þar, ég hef verið þar. Ég líka. Og ég man eftir því þegar ég fór fyrst að biðja til Guðs, ég talaði til mín, segðu mér það sem ég vil ekki heyra, þá kom bara búm, hægðu á þér. Og ég eitthvað, vá, ok, ég skil þetta og þetta meikaði sens. Og það var þannig að þegar lærisveinar Jesú gengum í Jesú á jörðinni og sá dagur nálgast sem að Jesú átti að vera krossfestur, þá reyndi Jesús margoft að segja lærisveinum sínum frá því hann ætti að deyja. Að hans konungsríki væri ekki af þessum efnislega heimi, en lærisveinarnir þeir hlustuðu ekki. Þeir heyrðu ekki. Þeir neituðu að heyra og þeir heyrðu bara það sem þeir vildu heyra. Þeir vildu vera hægri hönd konungsgyðinga í einhverjum kastala í hásæti og vera háttsettir. Og samt var Jesús að segja að honum yrði hafnað, hann yrði framsettur, krossfestur og hann myndi deyja. Og hann sagði þeim líka að hann myndi rísa upp á 3. degi. Og að hans konungsríki væri ekki pólitískt vald eða jarðneskt konungsríki, heldur andlegt eða himneskt ríki. En þeir vildi ekki heyra þetta. Að því að lærisveinarnir þeir áttu sína eigin hugmynd það hver Messías væri og hvernig hann yrði. Og þeir sáu þetta allt öðruvísi fyrir sér í hjarta sínu og huga sínum, heldur en það sem Jesús var að reyna að segja þeim. Og það var engin dýrði þeirra huga að konungurinn ætti bara að deyja á krossi, sem var mjög erfiður og kvalafullu dauðdagi, hræðilegur dauðdagi. Þannig að, og það gerist meira að segja þegar Jesús er að tala þetta, þá tekur Pétur hann til hliðar og bara byrjar að segja, heyrðu, þetta má bara ekki gerast. Og þá segir Jesús, vík burt frá mér Satan, af því að þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem mannanna þeir bara hlustuðu ekki á Guð þegar hann var að tala. Og það sem að gerðist að því að þetta var svo óþægilegt fyrir þeim, að þá lokuður eyrunum, og það sem að gerðist var að þegar á ögurstundu, þegar stundin rann upp, að Guð almáttugur sjálfur átti að gaf líf sitt á krossinum og vann stærsta kraftaverk, stærsta sigur, stærsta verk sem hefur nokkuð tíma verið unnið frá upphafi veraldar, að þá voru lærisveinarnir óundirbúnir og þeir brugðust. Og þegar Jesús sagði, hann var að gráta og hann svitnaði blóði af því að það var svo mikil angist og átök þegar krossfestingin var að nálgast, ekki út af krossfestinginu sjálfur, heldur út af því að hann átti að taka á sig alla synd, allt myrkur, sigra dauðann. Þetta var rosalegt verk. Að þá sagði Jesús, vakið og biðjið með mér, vakið og biðjið með mér, en þeir sofna bara, aftur og aftur. Þeir gátu ekki vakið og beðið með Jesú á þessari ögurstundu. Og síðan þegar þetta gerist, að þá eru þeir svo óundirbúnir að óttinn tekur yfir. Og lærisveinar sem hefur lofað að fylgja Jesú til dauða, flýja og afneita honum fyrir einhverju fólki sem þeir þekki ekki einu sinni og skiptir á engu máli. Pétur sem hafði svarið að hann myndi aldrei afneita Jesú, afneitar hann 3 sinnum, sama dag, og hann sagði þetta. Og sagði, ég þekki ekki hennar mann, af því að þeir heyrðu ekki í Guði, af því að þeir hlustuðu ekki á Jesús, þá voru þeir illa undirbúnir á ögurstundu og þeir brugðust. En það er svo magnað þarna, og þessi sterka kennsla sem ég finn í gegnum þetta, er að jafnvel þótt að við bregðumst, þá bregst Guð aldrei. Og Jesús vann kraftaverki á krossinum þrátt fyrir það að lærisveinarnir hafi brugðist á þessu stundu.
Og við þurfum að spyrja okkur, erum við svo ólík lærisveinunum? Og hvað er Guð að reyna að segja okkur sem við höfum ekki vilja heyra, sem hefur verið of óþægilegt? Eða það sem verra er, við höfum heyrt en við höfum óhlýnast. Af ótta við menn, af ótta við að orðspor okkar býði hnekki, eða af ótta við eitthvað annað. Eða einfaldlega af því að okkur finnst það of óþægilegt og við drögum okkur inn í skilin okkar. Og það segir í Jesaja 7:9, standist trú yðar ekki, standist þér alls ekki. Og trúin kemur af því að heyra og lærisveinarnir heyrðu ekki og þar af leiðandi brást trú þeirra þarna. Og það segir í Amos 3:7, Drottinn Guð gjörir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Hann gerir ekki neitt nema opinbera fyrir okkur það sem hann ætlar að gera. Og hann vill opinbera fyrir þér það sem hann vill gera í þínu lífi og í gegnum þig og í þína köllun. Við höfum öll köllun, hlutverk og tilgang í Guðsríkinu. Og ef við vitum ekki hvað það er, þá þurfum við að fara að ganga á Guð og knýja á hann og hlusta og segja hvað á ég að gera í dag. Það getur verið eitthvað lítið, það getur verið bara að segja eitthvað fallegt, að brosa til eitthvað, að sýna eitthvað kærleika, að heimsækja eitthvað, að hringja eitthvað, að lesa í orðinu. Þannig að, amen. Og þetta er svolítið það sem við ætlum að gera núna í hugleiðslubæninni. Það er að við ætlum að bara koma til Guðs, mæta honum og segja og bara iðrast. Jafnvel þótt við vitum ekki af þeim skiptum mögulega sem við höfum ekki hlustað, við höfum ekki heyrt, þá bara segjum við Guð, ég bara kem fram fyrir þig og ég iðrast alla þeirra skipta sem ég hef ekki hlustað á þig, sem ég heyrði ekki í þér, sem ég hlýddi ekki orðið þínu. Bara fyrirgefðu, bara ég afhendi þín. Amen. Og bara talaði til mín. Opnaði eyru hjarta míns, gefðu mér hjarta sem heyrir, hjarta sem hlustar. Hjálpaði mér að heyra í þér alltaf. Og þetta er bænin sem við ætlum að fara í núna í hugleiðslunni og síðan ætlum við bara að taka nokkra mínútur þar sem við ætlum bara að sitja kjur og hlusta. Og ef við þurfum að segja, í Jesú nafni skipa ég hugsunum mínum að þegja og ég skipa hjartanum mín að heyra bara það sem Guð er að segja, þá bara gerum við það. Þá bara gerum við það. Amen. Og við ætlum að taka svona 10 til 13 mínútur í þessari hugleiðslubæn. Þannig að ég ætla bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir, hvort sem þú situr eða liggur. Og þú mátt bara draga djúpt inn andann. Og þegar þú blæst frá þá bara leyfir þér að loka augunum. Leyfir þér að svífa inn í þægilega, himneska slökun, afslöppun og ró. Og ég bara bið þér þessari hugleiðslubæn, Drottinn, ég legg til þínar hendur, ég þakka þér fyrir að þú smyrð varir mínar og þú blessar þessa stund, verði þinn vilji. Við beygjum okkur algjörlega undir þitt vald og þinn vilja, Drottinn. Við opnum hjarta okkar fyrir þér. Gerðu það sem þú vilt gera í okkar hjörtum hér í kvöld í Jesú nafni. Nú ætlum ég bara að bjóða okkur að endurtaka eftir mér í hjörtum ykkar. Þeir á því hvort þið segið þetta uppátt eða hvort þið bara segið þetta hljóð í hjart ykkar. Góði Guð, kæri Jesús, ég kem fram fyrir þig með iðrun í hjarta mínu. Góði Guð, ég iðrast alla þeirra skipta sem ég hlustaði ekki á þig. Ég iðrast alla þeirra skipta sem ég heyrði ekki í þér. Og ég iðrast alla þeirra skipta, Drottinn, þegar ég sneri hjarta mínu frá þér. Þegar ég leitaði fyrst eitthvað annað heldur en til þín.
Ég trúi því, Jesús, að þú ert Guð og Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú dóst á krossi fyrir mig. Og ég vil að fylgja þér og lifa í þínu ljósi alla eilífð. Og ég þakka þér, heilagur andi, að þú fyllir hjarta mitt núna. Ég þakka þér, heilagur andi, að þú umbreytir hjartanu mínu. Að þú opnar eyru hjarta míns. Að þú opnar augu hjarta míns. Og ég þakka þér, heilagur andi, að þú gefur mér eyru sem heyra. Þú gefur mér hjarta sem hlustar á þig, Drottinn, á þig, Jesús. Og ég trúi því í hjarta mínu að þú talir til mín, Guð, að ég heyri í þér og að þú, Drottinn, hlustar á mig. Og ég bið þig, Drottinn, að hjálpa mér að heyra allt sem þú segir. Líka það sem ég vil ekki heyra. Í Jesú nafni. Þá skipa ég mínum eigin hugsunum að vera hljóðar. Og ég skipa hjarta mínu að heyra og að sjá eingöngu það sem þú segir, Drottinn, og eingöngu það sem þú sýnir mér, Jesús. Í Jesú nafni leita ég fyrst þín, Jesús, þíns ríkis og þíns réttlætis. Og ég þakka þér fyrir að þú fyllir bika minn núna. Þú fyllir bika minn af allsnægtum þínum, af blessuninni þinni, af visku þinni og speki. Takk, Jesús, fyrir að tala til mín. Og nú ætlum við að taka nokkra mínútur þar sem við ætlum að sitja í nærveru Guðs, vera kjurr, vera hljóð og bara hlusta.
Og ef að hugurinn reynir að fara eitthvað annað, þá bara fyrirgefur því, dregur hugan aftur á Jesús. Og eftir augnablik þá ætla ég bara að biðja fyrir ykkur og ég ætla að leyfa andanum að leiða bænina. Komdu heilagur andi, þú ert velkominn. Við gefum okkur þér á vald og gefum þér algjört frelsi til að starfa hér í hjörtum okkar, líkama, huga, sál. Já, Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú snertir hjarta hvers og eins hér inni og þú talar út í Jesú nafni, vertu heil, vertu heill í Jesú nafni. Þú ert læknuð, þú ert læknaður í Jesú nafni. Og heilagur andi að gera fætur þína frá þessum fætur hindarinnar. Þú hefur mikla orku frá heilagum anda og mikinn kraft til að vinna þín daglegu störf, til að gera allt sem þú vilt gera, þarft gera. Þú hefur miklu meira en nóg orka, því orkan þín og kraftur kemur frá Guði almáttugum sjálfum og sú orka, sá kraftur, hann þverr aldrei og það alltaf miklu meira en nóg. Og heilagur andi kemur með gleði inn í hjartað og gleði inn í sálina, að því að gleði Drottins styrkur þinn og með þessari gleði sem heilagur andi færi kemur rosalegu styrkur og kraftur. Og þú ert eftir að finna þetta á morgun þegar þú vaknar, þú ert eftir að spretta á fætur og finna fyrir gleði og nýjum krafti.
og þú finnur í hjartanu að Drottinn með eitthvað nýtt fyrir stafni. Það eitthvað nýtt að fæðast í hjartanu, einhver ný blessun, nýr kraftur, nýr friður, nýr fókus sem kemur frá Jesú Kristi. Og Drottinn bara þakkaði fyrir að þú gefur öllum hérna inni sýn inn í hjartað. Og ég bið að rita þessa sýn inn í hjarta hvers og eins. Sýn fyrir líf þeirra, tilgangin þeirra, sýn fyrir það sem þú vilt skapa inn í lífi viðkomandi í Jesú nafni. Og ég þakkaði fyrir að þú gefur okkur öllum trú sem í samræmi við þessa sýn. Og það stórkostleg guðleg trú. Trú á þig, Drottinn, trú á kraftaverk, trú að þú hefur þegar læknað okkur. Aukt okkur trú, Drottinn, í Jesú nafni og ég bara hasta á allt myrkur, ég hasta á alla vantrú í Jesú nafni, við afhendum þetta til þín, Drottinn. Og fyrir hönd allra hérna inni þá bara iðrast ég þess sem þarf að iðrast fyrir núna og afhenda þetta til þín, Jesús. Og bara þú lyftir allri byrði af. Þú lyftir allir óheilbrigðari ábyrgð af. Þú lyftir allir skömm af. Og í staðinn kemur friður. Og í staðinn kemur sjálfsmynd sem kemur frá Guði hver þú ert í Jesú Kristi. Og þú finnur styrkinn komin í fætur þína. Þú finnur styrkinn komin í hjarta og inn í sálina þína og inn í hendur þínar og inn í líkamann þinn. Og þú finnur innan með þér að heilagur andi búinn að vinna eitthvað stórkostlegt verk innan með þér hér í kvöld. Og hann ætlar að halda áfram og Guð ætlar að sýna þér meir og meir næstu daga. Og þú mynd heyri í Guði og þú heyrir skýrt í honum og þú mynd skynja í andanum þínum. Nei eða já, hægri eða vinstri. Og þú lætur leiðast af andanum og þú lifir í andanum. Í Jesú nafni við krossfestum holdið með ástríðum þess og gindum. Og við afhendum það til þín, Drottinn. Takk fyrir að fylla hug okkar af friði þínum, Jesús. Friði sem æðri öllum öðrum friði. Amen. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og mögum við bara opna augun.